Komið sæl, í þessu myndbandi ætlaði ég að sýna ykkur þetta skemmtilega vefforrit sem ég rampaði einhvern tíma niður á, Play Pause It by WeVideo og þetta er sem sagt forrit þar sem maður getur tekið myndbönd af netinu og búið til úr þeim gagnvirk myndbandsverkefni, hvort sem þá hlustunarverkefni eða skilningsverkefni á íslensku eða hvað sem og til þess að logga sig inn og það hægt að sæna sig inn með Google sem ég geri en einnig hægt að nýta sér til dæmis Office aðgang og það mjög hentugt eins og vanalega á þessum vefsíðum sem bjóða upp á þetta og hér viðmótið sem mætir mér þegar ég kem hérna inn og þetta orð bulb hérna, það í rauninni verkefnin inn á þessu eru kallað bulbs eða ljósaperur og hér sjáum við þau svona einhver af þeim verkefnum sem ég hef búið til í gegnum tíðina og mér langar að byrja á því í rauninni að sýna svona preview af svona verkefni til þess að þið fáið kannski aðeins tilfinningu fyrir því hvað þetta í rauninni og þannig að ég ætla að velja bara hérna verkefnið hérna af eSports, CNBC eSports og fá bara preview, þá kemur upp þetta hvernig þetta lítur út gagnvart nemendum. Þegar ég deili þessu verkefni með nemendum þá kemur bara upp þessi spilari í full screen og þau bara íta á. Næst á skjánum sjáið tímalínuna og hérna punktarnir sýna í rauninni hvar ég hef sett inn verkefni og þegar að spilarinn lendir á svona punkti þá stoppar myndbandið og upp kemur verkefni sem ég hef sett inn og í þessu tilfelli þetta opin spurning, in your own words write a whole sentence on what this video is about og þarna myndi ég ætlast til þess að nemandinn myndi svara mér með eigin orðum á ensku og þegar að ég svara einhverju hérna, ég ætla bara að svara þessu mjög fljótlega og þá sé ég að ég fæ ekki rétt fyrir það en síðan ýti ég bara continue og þá heldur myndbandið áfram. Svona gengur þetta alla leið út vídeóið og þannig að ég ætla að láta þetta duga í bili og næst langar mig að sýna ykkur í næsta myndbandi hvernig maður byrjar að búa til svona verkefni og endilega kíkið á það líka.